koma náttúrulega kvöld þar sem að engin norðurljós eru sjáanleg en oft þarf það að bíða 2-3 tíma eða eitthvað svoleiðis, það er mjög sjálft. Maður hefur stundum beðið og svo er þetta að koma þegar maður er að leggja af stað heim en það er allur gangur á því. Þetta er náttúrulega eitt stórkostlegasta náttúrufyrirbrigði í veröldinni, það er svo einfalt. Og við erum svo heppin hér á Íslandi að hafa einn besta stað á jarðríki til þess að skoða þau. Og það er bara ólýsanlegt þó að við séum búin að eltast við þetta í áratug að mynda þetta og hamast í þessu, að þá stundum stendum við bara orðlaus gegn þessu og getur ekki sagt neitt. Þó að við séum búin að sjá það aftur, það er alltaf jafn stórkostlegt. Þetta er mjög flott sko. En þessi er eiginlega að droppa þessum, hann er Þessi er skemmtir sko. Þetta er til Þetta er fínt. Já, hann er að færast aðeins. Hérna er rosalega flottur sem var alveg Þetta er hann. Hérna. Okay. Við sleppum þessu bara, hann er óundur. Já. Það er bara einhvern, já, hann er að landa á þetta. Þetta er komið hvað? Hvernig kemur, já þessi, já. Þessi komið nokkuð sem Það er fyrst og fremst að ná lýsingatímanum niður. Þess að ná að því þetta er svo lítil birta sem við erum eiga við. Það er aðalvandamálið. Og tókst okkur að fyrir einu ári síðan árumöndi 2002-2003 og síðan erum við bara búin að safna efni. Og þá notum við þessa tunglsljósið til þess að lýsa einmitt upp alla þessa forgrunn og þetta sem að er náttúrulega, það verður þetta allt jafnar og betra. Flestum kvöldum er þetta einhver kannski 20-30 gigavött en eins og þarna í stóra sólstorminum okkur þykir orðið verulega gaman að vera úti þegar þetta kom upp í yfir 100 gigavött en þegar þessi rauðu ljós komið þá fór þetta alveg yfir 600 gigavött, það reynda var mjög mikið. Strákar, þið verið að fara á Suðausturlandi, það er langbest. Það er
greinilegt.